Komið sæl og blessuð, kæru eldmerki. Það er svolítið langt síðan að ég hef sett eitthvað hérna inn. Þannig að það var komin tíma á það, löngu. Og hérna, satt að segja þá dreymdi mig draum sem ég gat ekki túlkað öðruvísi en að ég ætti að fara að drífa í þessu og lesa inn á YouTube. Þegar mann er farið að dreyma tarotspil, þá það hljóta að vera einhver ákveðin tímamót. Ég held að það hef ekki gerst áður. Svona, þá er þetta komið. Við ætlum aðeins bara að fókusa á nóvember og við byrjum á Crowley. Það voru þau spil sem voru í draumnum. Hrúturinn er fyrstur, síðan ljónið og að lokum bógamaðurinn. Hrútur, kæri hrútur. Þú færð hérna spil sem bendir til þess að ef til vill er of mikið af hinu góða í lífiðinu í nóvember. Þetta geta verið erfiðar tilfinningar, þetta getur verið fíkn, alls konar ofgnótt af einhverju, ofdrykkja, ofát, eitthvað. Þetta geta líka bara verið gamlar staðnaðar tilfinningar sem eru farnar að íþyngja þér og komin tími til að aðeins að taka til og losa sig við það sem er farið að svona, staðna og er ekki lengur lifandi. Ef þú ert að glíma við fíkn, þá veistu eflaust hver besta lausnin er við því að sækja sér aðstoð. Ef til vill ertu tengdur einhverjum sem er að glíma við slíkt í nóvember. Og þetta er vísbending að þú varir þig þá á því að hafa þín mörk sterk og flott, þannig að það fari ekki, að þín orka fari ekki í veikindi annara. Við sjáum hvað kemur meira í framhaldi á þessu. Kæra ljón, spilið þitt er aðeins af öðrum toga. Í nóvember er hérna verið að benda þér á að vanda þig við allt sem þú gerir. Það getur verið einhvers konar ný verkefni í gangi hjá þér. Einhverjir sprotar sem eru svona, sem er undir þér komnir að blómstra. Þetta getur verið vinnutengt eða varðandi heilsuna þína. Lykilorðin hérna eru að hlúa að og vanda til verks og æfingin líka. Eftir því sem að maður æfir sig oftar, verður maður betri í því sem að maður er að gera. Þetta spil tengist jörðinni, þetta er sem sagt jarð. Myndin er jarðartengd. Ef til vill ertu hreinlega að fara að fást við einhvers konar gróðursetningu eða að því það er nú nóvember, þá er það ólíklegt, en samt sem áður þú gætir verið að uppskera. Það er eiginlega það sem ég ætlaði að segja frekar en að gróðursetja.
einhvers konar uppskera vegna þess sem að þú hefur verið að setja niður og vanda til verka. Þetta getur verið gróska í fjármálum líka sem að koma í nóvember, eitthvað sem að skila sér eftir kannski langan erfiðan kafla í þeim málum. Ok, bogamaður. Já, bogamaðurinn fær huglægt spil sem táknar erfiðar huglægar ákvarðanir eða bara erfiðar hugsanir. Kannski snúast þessar hugsanir að þér sjálfur, kæri bogamaður, og neikvæðar hugsanir geta rifið þeim niður alveg á sama hátt og allt annað. Sýndu sjálfið þér mildi í nóvember og þakkaðu fyrir allt það góða sem þú hefur. Reyndu að snúa neikvæðum hugsunum upp í jákvæðar eins og þú mögulega getur. Og alveg eins og þú sýnir sjálfum þér mildi, sýndu öðrum mildi. Fólk festist oft í erfiðum hugsunum, hugurinn mjög sterkur þegar hann fer af stað. Reyndu kannski að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni en venjulega og reyndu að skilja aðstæður í staðinn fyrir að dæma, og það á við þig sjálfan líka, kæri bogamaður. Ef þú ert að glíma við kvíða eða svefnlausa nætur, endilega leitaðu þér aðstoðar. Nóvember mánuðurinn þar sem við förum af alvöru inn í veturinn. Dagarnir verða langir og oft dimmir. Margir eiga erfitt við þessi árstíðaskipti. Þannig að hugaðu að sjálfum þér, kæri bogamaður, og farðu vel með þig, skulum við segja. Ok, þá höldum við áfram. Hér er með spil sem eru svona par, skulum við segja. Það annað spilið kemur fyrst og síðan hitt ofan á og við byrjum á hrútnum. Hrúturinn fær skilaboðum að ef til vill einhver óþolinmæði í gangi hjá ykkur, kæru hrútar. Hér þarf að sýna þolinmæði og gefa hlutum tíma. Ekki að þrýsta á eða ýta á eftir hlutum, heldur gefa hugmyndum og öðru tíma til að dafna. Eldurinn í hrútsmerkinu gerir það að verkum að hrútar eru erfðalausir og óþolinmæðir svona í eðli sínu. Við komumst ekki hjá því, þannig að þetta er spurning að temja aðeins þann hluta af ykkur. Leyfa hlutunum bara að gerast eins og þeir gerast. Þú flýtir ekki fyrir vexti plantna með því að reyna að toga þær upp. Það gengur víst ekki. Hitt spilið sem að fylgir kemur hérna með. Já, það er breyting, að ég var nú að tala plöntur og hérna áðan líka. Þá sem sagt þessi tími, þessi þolinmæði sem við erum að tala hérna, hún skilar sér í breytingu. Og hérna ertu komin með þessa sýn og þessa vitneskju
og þessa tilfinningu fyrir því að umbreytingin búin og þú ert tilbúin í umbreytinguna. Þannig að það einhverjar breytingar í gangi hjá þér, kæri hrútur, í nóvember og tíðnisviðið að hækka. Það getur verið þitt eigin tíðnisvið, þín eigin orka sé að hækka eða orkan í kringu þig. Þar sem að hlutirnir eftir að ganga betur en áður. Hærri tíðni, hærri orka þýðir jákvæðari útkomu. Ok, þá það ljónin. Ljónin fá hérna svipuð skilaboð og kannski bogamaðurinn fékk hérna áðan. Að það skiptir máli hvernig þú hugsar, hvað þú segir við sjálfa þig. Þannig að veittu athygli bæði þegar þú ert að tala við sjálfa þig í huganum, eins og við gerum öll. Að gera það ekki á neikvæðum nótum. Allar neikvæðar hugsanir koma frá egóinu sem að vill alltaf vera við völd og hafa stjórn og halda okkur niðri. Svo stendur hér fyrir allt það neikvæðar sem þú segir, segðu þá á móti eitthvað þrennt jákvætt. Þannig að ok, ef þú kannski segjum bara sem dæmi, ert að bölva veðrinu í dag, finndu þá 3 jákvæða hluti við veðrið eða við eitthvað annað sem í gangi. Það getur verið að þér verði kalt í þessu veðri en munum það að veturinn svo árstíð þar sem að gróðurinn þarf að sofna, hvíla sig til þess að geta svo vaknað aftur næsta vor. Kalt veður getur verið gott fyrir ákveðna einstaklinga, ákveðnar íþróttir. Það má alltaf finna jákvæðar hliðar á öllu. Og það að nóvember sé kominn með þessi veður bendir líka til þess að fara að koma jól. Skiljiði, það getur líka verið jákvæði póllinn. Að reyna að temja sér þessa hugsun og reyna að tala jákvætt við sjálfa sig í stað þess að rífa sig niður. Við gerum það oft ósjálfrátt að þess að við áttum okkur á því. Það eru skilaboð til þín núna í nóvember, kæra ljón, að huga að öllu sem þú segir, bæði við sjálfa þig og aðra. Þá kemur hitt spilið. Já, ég var að tala veðrið. Það náttúran, að ná jarðtengingu og jarðtengja þig í náttúrunni. Nota náttúruna sem meðferð eða þerapíu. Falleg heilun á sér stað þegar þú jarðtengir þig og verður eitt með jörðinni og náttúrunni. Ef þið finnst þú týnd eða týndur, mjög gott að fara í náttúruna og ná aftur tengingunni við sjálfan þig, við svona miðjuna þína. Þetta frábært spil sem mótsvar við þessum neikvæðu hugsunum hérna. Þannig að þau vinna saman og í hvers skipti sem að neikvæðar hugsanir kræla á sér og eru kannski að buga þig á einhvern máta, farðu þá út í náttúruna. Smá stund, 10 mínútur, korter, þarf ekki meira og vittu til þegar þú kemur aftur inn. Þá er þér eftir að líða betur. Mundu bara klæða þig vel, af því það nú nóvember. Ok, bogamaður. Hvað kemur til þín? Já, tengist inn á hérna neikvæðu hugsaninnar, erfiðu líðanina.
sem var hérna áðan. Einangrun, einmanaleiki. Hér talað að þú ýtir fólki stundum frá þér með því að einangra þig og forðast að takast á við óþægilegar aðstæður. Reynd að brjóta niður þessa veggi sem að þú skapar sjálfur, kæri bogamaður, og reynd að tengjast öðrum á annan og jákvæðari hátt heldur en þú hefur gert áður. Og svo það ljósið þitt sem að við erum öll með, okkar eigið ljós. Ekki halda ljósinu þínu fyrir þig sjálfan, kæri bogamaður. Leyfðu öðrum að njóta. Ljósið þitt getur verið bara nærveran þín. Það getur verið kærleiksríkar tilfinningar. Það getur verið hæfileikar. Bara þessi einsti kjarni sem að gera þig að þeirri einstöku manneskju sem þú ert. Leyfðu öðrum að njóta þeirra. Leyfðu öðrum að verða birtu þinnar aðnjótandi. Vá, hvað þetta var flott hjá mér. Vel orðað. Spilið sem kemur með þessu spili er jafnvægi og það að hugsa þig sjálfan. Kæri bogamaður, ef þið vill stundaru jóga eða einhverja skylda svona líkams- og andlega rækt. Að hugsa líkamann, sálina, hugan er mjög mikilvægt. Njótu þessa tíma til að tengjast aftur sjálfum þér og settu sjálfan þig í forgang, kæri bogamaður. Spyrðu sjálfan þig, hvað er að þjóna mér og hvað er að tæma mig? Ekki setja sjálfan þig alltaf neðst á listan. Þetta eru bara mjög skýr skilaboð. Bæði til að ná þér út úr einangrun og ef þið vill einmanaleika og erfiðum hugsunum, að degraðu svolítið við sjálfa þig og settu sjálfa þig í forgang í nóvember. Frábært. Hvaða spil tökum við næst? Já, það er þessi hérna og við byrjum á hrútnum. Hrúturinn fær hérna líka svipuð skilaboð og ljónið varðandi náttúruna í jörðin. Jarðarspilið. Praktískt í jafnvægi og jarðtengt. Stöðugur grunnur styður við grósku og frjósemi. Ok, nóvember getur verið frjósamur fyrir þig á einhvern nátt. Svo lengi sem þú gefur hlutunum tíma til að vaxa og dafna. Þú ert kannski að takast svolítið mikið á við praktíska hluti í nóvember, jarðbundna hluti. Það er mikilvægt að vera jarðtengdur. Vera út í náttúrunni, smá tíma á hverjum degi. Þú ert ef til að vinna að því að styrkja grunninn þinn eða styrkja, efnislega hlutan af lífið þínu. Þá er ég að tala húsnæði, fjármál og eitthvað slíkt. Nóvember getur verið kannski mikilvægur hvað það varðar fyrir þig. Þannig að hafðu það í huga og mundu hafa þolinmæðina uppi við. Ég var alltaf mjög erfitt með að segja fólki að það er þolinmótt því að það er minn akkillesarhæll og mjög erfitt með það sjálf. En það er áminning til mín líka. Það er umbreyting hérna sem sagt framundan í nóvember fyrir þig eða byrjar í nóvember kannski. Og hún hefur eitthvað að gera með þetta öryggið þitt og jafnvægið þitt og jarðtenginguna þína. Það sem tengist jarðtengingu er líka líkaminn og heilsan. Þetta kemur þetta inn á það. Ok, ljónið.
Ljónið. Þegar tíminn er réttur, kæra ljón, þá munu hlutirnir gerast. Allt gerist í réttri röð. Ekkert er tilviljun. Ég ætla að segja þetta aftur, ekkert er tilviljun. Hlutir gerast alltaf í samhengi og hlutir gerast alltaf af ástæðu. Almættið er með tíman á hreinu. Hversu mikið sem við reynum að ýta á eftir eða fresta, almættið lætur hlutina gerast þegar að þeir eiga að gerast. Þannig að nóvember er að kenna þér, skulum við segja, ef þið vill að vera þolinmóður eða að temja þér ákveðið æðruleysi og vera ekki að stjórnast of mikið í að láta hluti gerast, heldur leyfa þeim bara að flæða. Hugsa frekar þig, að jarðtengja þig og vanda til verka þar sem þú ert að gera og hafa síðan bara á bakvið eyrað að almættið sér þetta fyrir mig hvenær þetta gerist. Mjög sterk skilaboð hérna. Á spilinu eru ýmsar tölur og þessi tímaspírall hérna, hér stendur júní, vor, 4 og 1 og 16, 2, 12, svona eitt og annað hérna, kannski segir eitthvað af þessu, einhverjum ykkar eitthvað. Og hér stendur með að segja Wednesday sem er miðvikudagur. Ok, kæra ljón, bara vera róleg. Þá er það bogamaðurinn. Já, bogamaðurinn. Takt eftir draumunum þínum, bogamaður, og leiðu þú ert hérna að hugsa sjálfan þig og koma þér í jafnvægi, þá fara draumarnir ef þið vill að aukast. Hluti af þessari innveruðinni er kannski vegna þess að þú ert að skynja einhvers konar nýja skynjun, bæði í draumum eða rétt á milli draums og vöku. Það er oft þá sem að sálin svona tekur við skilaboðum, skulum við segja. Ferðalag til stjarnanna, einhver kallar þetta sálarflakk. Það er ekki sérstaklega gott orð. Og það að horfa á hlutina úr fjarlægð. Þó þurfi kannski ekki endilega að vera komin upp í himingeiminn, en allavega að horfa á hlutina hlutlaust úr ákveðinni fjarlægð getur verið mjög gott. Og andlegi líkaminn þinn, sem að er stór hluti af þér sjálfum, það er áhersla á hann hérna. Og leið og þú hugsar jarðneska líkamann sem við vorum að tala hérna áðan, þá að sjálfsögðu ert að huga að andlega líkamannum í leiðinni. Og allt sem þú gerir til þess að róa hugan, horfa inn á við og leyfa þér að finna fyrir svona þínum innsta kjarna, finna fyrir tilfinningunum þínum. Allt það hefur jákvæð áhrif á andlega þáttinn, andlega líkamanninn. Takt eftir draumunum þínum, þeir eru að segja þér eitthvað. Þetta með sjóinn og skipið getur verið ákveðin skilaboð fyrir einhver ykkar. Ef þið vill öðlastu ákveðna andlega reynslu með því að vera nálægt sjó eða á sjó og síðan þessi fallegi stjörnubjarti himinn. Morgungöngur henta mörgum, en kvöldgöngur geta verið alveg jafn
góðar ef ekki betri. Eitthvað gott þarna fyrir þig, kæri bogamaður. Þá tökum við hérna næsta stokk sem þessi hér. Og við byrjum aftur á hrútnum. Hreinsun fyrir hrútinn. Purification. Það getur verið líkamleg hreinsun, andleg hreinsun og næra sjálfa þig. Þetta svolítið þema hérna virðist vera hjá okkur. Til að hækka kannski tíðnina þína. Að undanfari umbreytinga oft hreinsun. Hreinsun og jarðbinding virðast vera sterk skilaboð til þín hérna hrútur í nóvember. Og hér stendur hreinsun aktíverar eða kemur af stað, ýtir undir ferska, frískandi lífsorku. Ok. Það getur verið einhvers konar hugrækt, líkamsrækt sem getur verið góð. Eða það að stunda böð eða gufu eins og margar þjóðir gera. Þá skulum við kíkja á ljónið. Þetta var hrúturinn. Já. Kæra ljón, þetta tími heilunar, tenginga og því að losa og sleppa. Að fara, crossing bridges, að tengja saman hluti. Það er það sem brýr gera, tengja saman eitthvað tvennt eða fleira. Og við segjum á íslensku að brenna brýr að baki okkur þegar að við ákveðum að skilja við einhvern kafla. Og að brenna brúna þýðir það að við munum aldrei fara tilbaka eða komumst aldrei tilbaka. Hér verið að tala um að heila og tengja saman, sem akkúrat andstæðan við það. Þannig að eitthvað sem að þú kannski hélst að þú myndir aldrei komast aftur í, eða eitthvað sem að áður heillaði þig ekki, heldur kannski þveröfugt. Það er kannski að myndast einhver ný tenging, að gömul tenging að heilast. Og að því að það stendur hérna it's time, þá bara, þetta eitthvað sem að komin tími á. Þú veist auðvitað best sjálfur, kæra ljón, hvað verið að tala um. Þetta getur verið tenging við aðra manneskju, tenging við fjölskyldu, gamla vini, staði, eða einhvers konar tilfinningar, að tengjast gömlum tilfinningum sem þú áður kannski ýttir frá þér og tókst ekki á við. Það er kannski komin tími á það akkurat núna. Og þetta gerist allt saman þegar þetta á að gerast. Svo lengi sem að þú leyfir því að gerast. Ég fæ fyrir mörg ykkar kæru ljón að þið eru að fara aftur á stað í lífi ykkar, þið eru að fara að upplifa aftur hluti sem að þið voru búin að lofa ykkur að þið myndi aldrei aftur upplifa. Það er að segja, ef ég tek sem dæmi að þið hafi búið með einhverjum, síðan hafi það samband klárast og þið hafi búið ein síðan þá, kæru ljón, og voru búin að ákveða að þið ætluðu aldrei aftur í sambúð.
það eitthvað sem gerist í nóvember sem að mun breyta þessu þannig að þið ákveðið að gefa því aftur séns, því sem var. Skilju, þá ég ekki að tala sama sambandið, heldur þessi svona lífsstíll að búa með annarri manneskju. Lífsstíll, jæja. Þessi staða í lífinu. Ég nefni þetta bara sem dæmi. Ok. Þá það bogamaðurinn. Bogamaðurinn kominn af einhvers konar hindrun hérna með þessu spili sem að vísbending til hans að hugsa málinu upp á nýtt og beina orkunni eitthvert annað. Þið sjáu þennan vegg hérna. Já, þetta sem sagt eiginlega bara að rekast á vegg, kannski ekki mjög harkalega endilega, heldur bara að sjá það að það eitthvað sem þið komist ekki lengra með í nóvember. Í staðinn fyrir að þrjóskast við og halda áfram að ströggla við að klífa vegginn, að taka svolítið æðruleysi bara inn í myndina og hugsa ok, kannski þetta ekki leiðin sem ég á að fara og sjá hvaða aðri kostir eru í stöðunni. Þetta getur verið varðandi sambönd fyrir suma ykkar og fyrir aðra ykkar getur þetta verið vinnutengt. Ég fæ hérna líka fyrir einhvern að þið að reyna að endurlífga gömul samskipti sem að eru í raun og veru úr sér gengin og engin tilgangur fyrir ykkur að reyna að halda því áfram. Ok, við erum ekki alveg hætt. Hrútur. Þetta nú gott fyrir ykkur hrútar með ykkar miklu orku. Hérna verið að tala að vera opinn á mjög ákafan hátt. Outrageous openness. Það að segja að opna ykkur á alla kanta og vera tilbúnir að taka á móti öllu sem almættið vill senda ykkur. Almættið veit hverju þið þurfi á að halda og þið ætlið bara að vera opnir fyrir því. Ok, í raun og veru þetta bara að sleppa tökum og taka við því sem kemur án allra hafta og láta bara koma sér óvart. Það bara frábært. Ljón, já, þið fáið expansiveness, það hérna útvíkkun. Að hafa bara nógu vítt viðmið eða sjónarmið, setja sjálfum ykkur ekki mörk, heldur bara horfa til himins eða stjarnanna og láta egóið ekki binda ykkur eða stýra ykkur. Mikið af fallegum flugum og fiðrildum hérna. Fiðrildin tákna umbreytingu. Og þetta eiginlega bara svona merki eða svona skilaboð til ykkar það að láta ekki njörva ykkur niður í einhverjum ákveðnum kossum eða láta ekki segja ykkur hvað þið getið og hvað þið getið ekki. Heldur vera opin bara fyrir því að þið getið allt.
sem þið ætlið ykkur eða getið tekið við öllu sem kemur til ykkar. Þá er það bogamaðurinn og það eru breytingar og það er líka skilaboð að sleppa tökum og í staðinn fyrir að stjórna þá er talað hérna krossgötur í ykkar eigin þroska og að vissu leyti er þetta spil líka krossgötur þegar að þið eru komin á stað þar sem að þið komist ekki lengur áfram. Þá er ekkert annað en að breyta, snúa við eða sjá hvað annað er í stöðunni. Þannig að vera opin fyrir breytingum, kæru bogamenn. Og fiðrildin eru hérna líka með umbreytingarorkuna sína. Reyndar líka á þessu spili, sjáu þið. Ég var ekki búin að taka eftir því. Fiðrildi hérna, fiðrildasveimur hérna hjá okkur öllum. Ok. 2 spil viðbót. Svo erum við hætt. Og hrúturinn, það er október. Eitthvað í október, eða mánuðurinn október, hefur einhverja sérstaka þýðingu hérna fyrir ykkur. Þetta getur verið merkilegur afmælisdagur, það getur verið ykkur plön. Eitthvað sem að október færir ykkur. Október 10. mánuðurinn á árinu og alltaf var að ljúka. Kannski gerðist eitthvað í október eða lok október sem á eftir að hafa eitthvað gott í för með sér. Og ljónin, þið fáið bara daginn í dag. Kannski dagurinn sem að þið heyrið þennan lestur eða sjáið. Eða bara þetta áminningu að dagurinn í dag er það besta sem að þið hafið og að þið reynið að nýta hann til fulls. Svo eru þið kannski með einhverja hugmynd í kollinum þar sem að þetta er svarið. Í dag, ekki á morgun, eitthvað sem þið ekki að fresta kannski. Bogamaðurinn, hvað kemur til ykkar? Það er veturinn. Veturinn verður ykkur mikilvægur. Og væntanlega þá þessi vetur, eða bara vetratíminn almennt. Þið eru eigi afmæli að vetri til. Og síðan, síðast en ekki síst, fáið þið öll hér eitt spil fyrir ástina. Byrjum á ykkur, hrútar kærir. Leyfðu leyndardómnum að afhjúpast. Allt mun sýna sig þegar það á að gera það. Þannig að þetta er einhver mystería hérna í gangi. Ef að þið eru að spá í einhverju varðandi ástina, þá er það bara leyndamál enn sem komið er og það mun bara koma í ljós þegar það á að koma í ljós. Leyfiði hlutunum að gerast akkúrat, það er það sem þið fengu hérna áðan líka. Hvar var það? Já, hérna. Patience, timing. Ok. Ljónin, góðu. Ljónin fá hérna. Draumar þínir eru að verða að veruleika. Varðandi ástina. Það er eitthvað sem er að fara að smella. Manifestation, efnisbirting. Eitthvað sem er að verða að veruleika. Til hamingju með það. Kæru ljón. Bogamennirnir, síðasta spilið sem við drögum að þessu sinni. Og það er enn eitt umbreytingaspilið. Samband þitt við einhvern annan er það bil að gangi gegnum umbreytingu og er það bil að verða enn dýpra. Frábært, þetta getur umbreyting á hvaða hátt sem er. Allavega eitthvað sem er að verða fallegra og sterkara en það sem var áður.
Ok, kæru eldmerki, þá ætlum ég að þakka ykkur innilega fyrir að horfa og hlusta. Og ég vona að eitthvað gott skili sér til ykkar úr þessum spilum. Megið þið eiga góðan nóvembermánuð, ljós og kærleikur.